við ætlum að ræða byggðaþróun og landsbyggðirnar og til þess er hingað kominn Þóroddur Bjarnason, sérfræðingur í byggðum og maðurinn sem hefur innleitt landsbyggðirnar í fleirtölu. Það voru ekki margir sem notuðu það þegar þú byrjaðir á því. Nei, það er ennþá ekki í orðabókinni, sko. Óbyggðirnar eru fleirtölun, ekki landsbyggðirnar. Herðu, það eru mikla breytingar. Við erum ekki að horfa tilbaka og breytingarnar sem að kvótakerfið leiddi yfir sjávarbyggðirnar, heldur að horfa á það sem er að gerast núna. Það er annars vegar túrisminn og svo er það hins vegar tæknin. Og það er að verða mikil breyting á hvar fólk kýs að búa og hvaða byggðir það eru sem er að byggjast upp og hverjar eru að gefa eftir eða ekki. Jú, og það er auðvitað þannig að það er nú stundir sem fólk talar fjórðu innbyltinguna, en ég held að meðalveg fara rauk fyrir þetta sé nú bara ein löng bylting, þar sem að tæknin er að taka yfir störf sem áður voru unnin af fólki og með höndum, og bara á 19. öldinni þegar að svona innbyltingi var komin á fullt skriða, þá voru þetta bara svo Karl Marx og fleiri sem að sögðu að það verið tvíþætt hætta við þetta. Önnur væri svo að maðurinn væri skapandi vera sem að skapaði með höndunum, tækir náttúrun og breytti eitthvað gaglegt og það sem gerist með vélvæðingunni væri að þetta hugvit og þessi sköpun að hún færðist frá því að vera hjá einstaklingnum, það er að segja einstaklingurinn sagaði niður tré og tálgaði og smíðaði sér stól og stóllinn kannski ljótur, þetta er minn stóll og mín sköpunar gáfa í þessu stól, yfir í það að þetta væri svona handverk þar sem að fólk kynni bara eitthvað eitt handtak, þú skrúaði bara skrúunum við 23 og það væri í rauninni enginn sem kynna smíða stól lengur, heldur vera ferlið sem kynni það og þetta yrði til þess að... Það verður svo sjöflin í nútímanum. Þannig að í staðin fyrir það að vinnan væri eitthvað sem gæfi fólki lífsfyllingu og gleði og uppfyldi sköpunar þrána, að þá væri þetta eitthvað sem þú yrðir að gera til þess að lifa lífinu. Og það er þessi svona umsnúningur, það sem að maðurinn, það sem að skildi mannin frá dýrunum, væri vinnan, en við værum einhvern veginn komin í það að hugsa vinnuna sem einhverja áþján, til þess að komast heim, til þess að gera það sem að okkur finnst gera okkur af manneskjum, sem er að vera með fjölskyldunni og borða og sofa, sem að var sagt það er náttúrulega það sem dýrin gera þannig að það hefði búið að snúðast öllu við, þetta var svona þessi gamla hugmynd og hinn hliðin á því var síðan svo að þegar að vélvæðingin kæmi og störfin sem að áður var, fólk vann störfin, fékk laun og keypti vöruna, að þegar að sjálfvirknivæðingin kæmi þá yrði enginn til þess að kaupa vöruna og þetta er auðvitað ástæðan fyrir því að Marx og Engels héldu að kapítalismi myndi bara hrynja upp úr 1850, hann var að hrynja komin vegna þetta myndi aldrei ganga upp. Það auðvitað gerist ekki. Kapítalismi náttúrulega átti mjög mikið inni og mikið verið rætt hvers vegna, þú veist að þetta er alveg lógist, ef að framleiðslan er sjálfvirk þá fær engin laun og þá getur enginn keypt og þá hrynur kapítalismin. En það sem þetta gerðist, annars vegar það að störfin voru flutt í þriðja heiminn. Þannig að í staðan fyrir þá 19. öldir voru verkamann í Evrópu sem gátu ekki keypt vöruna sem þeir framleitu, þá eru núna verkafólk í þriðja heiminum sem framleiði vöru sem það getur ekki keypt. Og hittir það var til þessi stóra millistétt, þessi stóra þjónustustétt, þar sem að fólk sem var að vinna ekki bara var að vinna með huganum og vinna með þekkingu og allt þetta. Og það sem hefur verið að gerast alveg frá því að gufuvélin kom var að vélarnir eru að taka yfir fleiri og fleiri störf og nú er kannski komið að þessum þekkingastjættum nú er alltaf komið að háskólakennurum, nú er alltaf komið að endurskoðendunum og lögfræðingunum og þetta er náttúrulega óskaplega merkilegt augnablik í sögunni það er aftur þessi spurning, við erum með alla þessa tækni, alla þessa framleiðslu möguleika en störfin þau störf sem við þekkjum eru alltaf hverfa og þegar það svona liggur vel á okkur þá segjum við, en það er nú bara því að störf framtíðan er ekki orðin til og það verða til einhver stórkostleg störf sem tölvur get ekki unnið sem við munum vinna, við bara vitum ekki hvernig við erum það í fortíðinni þannig að það hefur alltaf gerst og þá er svona þessi hestarnir sem voru reknir sem dráttarhestar, þeir fengu vinnu sem gæludýr. Já, en það var líka sagt að í upphafi 19. aldar, upphafi 20. aldar þá hafi fjöldi hesta náð hámarki í Evrópu, aldrei fleiri hestar
og á þeim tíma hafi menn sagt, jú, það nú vélar að koma að taka erfiðu störfin, en það verður nú alltaf starf fyrir góðan hest. Þangað til að hesturinn var bara til gaman, sko. Og það er þetta hugsanleg, við vitum ekki, það er hugsanleg framtíð að sko vinnan hverfi í raun og vera miklu leyti og við verðum bara til gamans. Sem kannski ekki endilega slæmt, sko. Og lögfræðing til gamans. Nei, og svona til að tengja þetta við byggðaþróunina, að þetta er þetta sem við sáum gerast í sjávarþorpunum, að þú veist, kvótakerfið hluti af því, en hluti af því líka tæknivæðingin. Að störf sem að sko 20 konur unnu í frystihúsinu er allt í einu, það er einhver einn tæknimaður sem kíkir á vélina öðru hvoru, sko. Og þegar að verður að ræða það hvort að sko hver sé framtíð sjávarþorpana, þá heyrir maður stundum fólk segja, já, þetta er nú alltaf verið svo vélvætt, þetta er nú bara leifar á gömlum framleiðslustaháttum eða eitthvað. En einhverju leyti getur við sagt, já, sko sjávarþorpin eru kannski, ættu að horfa mjög stíft á þau vegna þess að við erum að horfa inn í framtíð þar sem eftir 20 ár verði ekkert strætóbílstjórar sem við þekkjum þá, það verði ekkert endurskoðendur sem við þekkjum þá, það verði ekkert háskólakennarar sem við þekkjum þá, vegna þess að þetta er allt tæknin sem að byrjaði að taka störfin fyrir 200 árum er komin þangað og þetta er svona, þetta er einhver leiti svona uggvænlegt, einhver leiti spennandi og maður horfir á byggðaþróun þá getur við sagt sko, einlega alla mannkynssöguna höfum við þurft að og lengra það, höfum við þurft að búa þar sem við gotum séð okkur farborða. Þannig að safnarar í árdaga eldu bráðina og safnarar og veiðimenn landbúnaðartímanum að þá bjó fólk þar sem var gott að rækta. Þegar vélvæðingin kom þá flutti fólk úr sko fallegustu dölum í menguðustu stórborgir að þeir gotu séð fyrir börnunum sínum sko. Og núna allt í einu og sjávarbyggðirnar byggðust upp þar sem var stutt á miðin já, og allt þetta sko. Og færðust til eftir því sem að bátarnir urðu velvættari fóru af útnesum inn í það sem var betri hafnarskilyrði fyrir stærri báta og þetta er svona þetta hefur alltaf verið lógíkin. Núna erum við að horfa tíma þar sem að í það minnsta störfin er að verða miklu minna tengt staðsetningu. Þú getur búið á sko, einu stað og unnið öðrum stað og hugsanlega verður þessi svona það sem gerir það að manneskju sé að selja megnið af vökutímaðinum að mæti vinnu klukkan 8 og vinna til 4 það sem gerir það að manneskju kannski er þetta bara svolítið að hverfa og þá verður spurningin já, ef fólk gæti búið hvar sem er hvar myndi það kjósa að búa og þetta er bara spurning sem við vitum ekki svari við og er svolítið mismunandi þar einhver myndi kannski segja já ég myndi bara vilja búa einn í kyrðinni í dalnum og annar bara ég myndi vilja búa þar sem fjörið er mest og svo framvegis þannig að Ertu ekki að ofmeta að tæknin og gervigreindin sem við nú mikið talað um í Íslandi í dag að hún muni útrýma þínu starfi? Jú, ég held að það sé bara ekki spurning að það muni gerast engin spurning að það er það er að segja að það gerist er það að það verða miklu færri störf að það verða sko og ég er nú aðeins verið að prófa með áfram þessa gervigreind og það er þetta að sko hún getur skrifað fyrir námskeiðslýsingu þú getur sett til að kenna námskeið þetta efni og hún segir já, hér er stuttalýsingin á námskeiðinu hér er það sem nemendur þurfa að kunna viku 1 ætti að fara í þetta viku 2 í þetta er lesefnið og þetta er pínu frumstætt og þú þarfst að laga þetta og allt það en maður sér alveg fyrir að sko það sem gerist er það sko lögfræðingar hverf ekki en þú þarft ekki að marga sko þú þurft komið með gervigreind yngru lögfræðingarnir sem að liggja yfir lestri alla daginn til þess að finna dómafordæmin að þeir hverfa. Já, þetta getur við fengið bara leið sko. Þannig að ég held að það sé En námslýsingi þú veist með. Gervigreindi getur bara byggt á því sem að hefur verið. Það er ekki framþróun í þessum háskóla sem að gervigreindin skipulega. Nei og það er auðvitað sko takmörkunin er náttúrulega þessi sko að það sem þetta gerir þetta flýtir fyrir. Þannig að þú ert að skrifa námskeiðslýsingu frá grunni þá tekur það þig viku. Ef að þú gerir þetta þá ertu búin að spara í 2 daga þú ert eftir að gera það sem þú vilt hafa þú komið með ramman og þetta held ég sé það sem er eins með sko, þegar fólk er að hafa áhyggjur af því að háskólanemar muni skila inn ritgerðum sem gervigreind skrifaði við erum ekki komið þangað
en við erum komið þangað sem að sko þeir geta látið gervigreind skrifa fyrir sig fyrsta uppkast sem bara alveg þokkalegt sko. Og þá spurningin sko, ég meina þegar við vorum krakkar, jú þú, þá voru, þú veist, þegar reiknivélar voru að koma, að þá var skólafólk hafði ágjur af þessu, hvernig ætlar að koma í veg fyrir að krakkarnir svindli, síðan að gera heimadæmi með reiknivél. Þannig að banna að nota. Já, og nú náttúrulega þetta engum í hug sko. Þannig að hvað ætlum við að gera? Það var reiknistokkur sem hann mátti nota. Ég á þeim tíma, það kunni ekki lengur á hann. Sko. Nei. Og þá sko spurningið þessi, ég meina, ætlum við að mennta næstu kynslóð af nemendum þannig að koma í veg fyrir það að þeir nota einhverja tækni sem hérna úti. Þú veist, eða verðum við að segja, já, það þannig að þú getur sagt í gervigreindina, skrifa fyrir mér ritgerð efnahagshrunið á Íslandi 2008 út frá kenningum Karls Marx. Og hún skilaði ritgerð sem að maður myndi alveg gefa svona 8 fyrir. Alveg bara lýsir ágætlega kenningunni, dæminu, tengir þetta ágætlega saman. Og þetta kannski svona kröfur höfum við að gera til fyrstásnema í félagsfræði, að þeir geti gert þetta. Þegar að gervigreindin getur gert þetta, að þá spurningin, já, þýðir það ekki að þetta sé nýju byrjunarpunktur, bara eins og með reiknivélarnar, sko, að þú segir, já, þetta náttúrulega sem að gervigreind getur gert. Nú komið það þér, sko. Hvað getur þú gert með þetta? Hífa þetta upp úr 8 upp í 8-10. Já, eða 8 verði bara að vera aðra kröfur fyrir 8, sko. Að 8 verði ekki lengur það sem að maskina getur gert fyrir þig, sko. Það er bara verið 9-0. Já, okkarlega. Og þá var það spurning hvort að við höfum getu til að lyfta þessu. Já. Og það þarf svolítið getu til þess. Já. Þú þarft að vera betri en meðaltal fyrstásnema í félagsfræði til þess að geta lyft upp ritgerð gervigreindarinnar. Já. Og líka verður spurningi þessi, ég meina, hvað þegar við erum komið með gervigreind sem til dæmis getur alveg tekið að sér svona símsvörun. Þú getur alveg hringt í flugfélagið og spjalla við, sko, í framtíðinni, spjallmenni sem getur bara nokkuð en list úr þínum málum og þú þarft ekki lengur að hafa fullt af fólki í þessu, í staðin hefur bara gervigreind. Mun það verða til þess að, sko, allir munu bara hafa það betra og fólk þurfi bara minna að vinna eða verður það bara til þess að störfun og fækki og miklu fleiri verða atvinnulausir. Já, fátækir. Það verður stór spurning ef okkur tekst að sko 100-falda framleiðsluna. Þýðir það að allir hafi það sko 100-falt betra eða þýðir það bara 1 af hverjum 100 verði muni hafa það gott og hini muni falla niður. Sko. Það verður eftir í hverja á framleiðslutækinu við vitnum í Marx. Já, það verður eftir í hvernig við skiptum þessu. Já. Herðu, en byggðirnar, þú hefur trú á tækninni og að fólk geti búið það sem að vill og sé ekki háði að búa nálægt það sem að vinnan og vinnan umvel þá bara hverki og alls þar. Já, sko tæknin, ég veit ekki hvort ég hef trú á tæknin, ég hef trú að tæknin muni breyta öllu. Ekki endilega til góðs. Ekki endilega, ég held að sko tæknin sem að leifir okkur að dreifa störfunum út allt, sem leifir okkur að sko sérfræðingar eða kennarar eða sum störf eru þannig að þú þarft að vera á staðnum en mörg störf eru þannig að þú þarft ekki lengur að vera á staðnum. Þú gætir nota tæknina til þess að dreifa þeim út allt. Þú gætir líka nota tæknina til að þjappa þeim öllum á eitt stað. Sko. Svolítið þessum séð með bankana. Að þú varst með bankaútibú í öllum byggðarlögum. Þegar tæknin kemur til að þá hefði það alveg geta þýtt það að sko, þú hefði meiri dreifing á starfsemi bankana en í staðin það sem gerir þetta útibúinum er lokað og það verður meiri samþjöppun á einum stað og það sko, þú gætir verið með sko, háskólakennara út all land þú gætir líka sagt, já nú þurfum við ekki lengur háskóla Akureyri eða háskóla á Bifröst, við getum alveg bara, þurfum ekki eins og háskóla í Reykjavík, við getum bara haft háskólinn í Kaupmannahöfn sem við höfum einu sinni. Sem er miklu betri fyrirlesa. Já, kannlega. Já. En þessi hugmyndum að við getum eiginlega verið hvað sem og tæknin gerir okkur frjálsa. Ég var með Viðar Halldórsson í vikunni og hann var eiginlega að benda á það að þessi hugmyndum að tæknin gerir okkur svona frjáls og að sumurleiti þá gerir tæknin okkur líka einangraðri af því að við þurfum á
á samfélagi að halda og þannig að hugmyndur að ég búi í Mjóafirði og sé taki þátt í samfélagi manna kannski ekki alveg getur verið svona köld návist, það köld návist í gegnum tæknina. Það það og það er svo sem það eru margar hliðar á hlutunum, við sjáum samt líka til dæmis eins og í svo þurfum aftur litlu sjávarbyggðirnar þar sem að til dæmis hlutfall innflytjenda oft mjög hátt og stundum hefur verið að tala hafa menn haft áhyggjur af því að sko innflytjendur í litlum byggðarlögum stundum mjög einangraðir frá öðrum á staðnum. Þar sem Íslendingarnir halda sér svolítið sér og innflytjendur halda sér sér og fólk svona hefur ekki reyna að bjóða og þorrablótið og engin mætir og allt þetta sko. En eitt af því sem hefur auðvitað gerst það að út af tækninni, út af líka hreyfanleikanum að þá það ekkit þannig að þú takir þig upp frá Pólandi kveðjir fjölskylduna, flytur í burt og komir aldrei aftur. Þú bara að spjalla við ömmu á Zoom á kvöldin og þú að koma og fara og allt þetta sko. Þannig að tæknin sko, þú getur alveg fínt viðtal við þar í blöðunum helgina sko, þar sem hann var að lýsa þessu hvernig það væri með sko brúðkaupsveislun það sem allir eru í símanum og þar með sé enginn í samskiptum en að einhverju leiti fólk í meiri samskiptum heldur en nokkuð tíma fyrr að það var einlega þannig sko börnin fór út á mótnana og þú varst bara ekkert í samskiptum við þau fyrir en komu aftur á kvöldin. Nú alveg maður í stöðum samskiptum við krakkana allan daginn sko. Þeir eru stýraður með fjárstýringin og allt þetta sko og þannig að þetta fólk sem í brúðkaupsveislunni sko að það ekkert endilega að spila einhver tölvuleik sko. Það örugglega ís, það að svara tölvupósti og það að senda skilaboð og allt þetta þannig að þetta auðvitað kaldara en það ekkert endilega þannig að við séum í minni samskiptum hvort við annar. Það eins og það ekki svo langt síðan að fólk fór til Frakklands og neyddist til þess að læra fransku af því að það var engin ennur leið til þess að tala við fólk. En núna erfitt fyrir fólk að læra fransku af því að þeirra fer til Frakklands að ferða með Ísland með sér eiginlega fær alveg getur fengið fullnægingu af sko samskiptum með fólk á bara íslensku eða ensku og það ekki, það þetta þú veist þú ert ekki á staðnum þar sem þú ert nema var hálfu leiti. Og það svona félagsfræðin tala vera svona translokal sko, eitthvað hvað það heitir á íslensku þetta, þessi gamla hugmynd svo að sko, kyrrstaðan sé eðlileg þannig að þú ert búsettur einhver staðar þú ert rótfastur, síðan tekur þau upp og það var svona undantekning, þú flytur á einhvern annan stað og þá komin þá ertu aftur rótfastur eða jafnvel þannig að þú ert rótlaus að þú hefur verið rifin upp með rótum og svona sko og svo eru sömur eins og Bámann sem segja sko þetta með ræturnar einlega alveg ferleg líking þessi hugmyndum það að sýrlendingur á Íslandi hafi verið svona upprættur og liggi einhvern veginn og mun aldrei einhvern veginn verða samur að í nútímanum séum við meira svona eins og skip með akkeri það sem þú kemur í höfn og þú hendir út akkerinu og kannski liggur þar í áratug kannski alla ævi, kannski eina nótt en svo bara dregur upp akker og þú ferð eitthvað annað og þetta svona þessi nýji hreyfanleiki og ég held að tæknin styðji við hann sko að þýleitinu til að sko það versta ef við horfum bara á Vestur-Íslendingana fólki sem fór vestur að og maður horfir á sko bréfaskriftin sem voru milli þeirra sem fóru vestur og þeirra sem eruðu eftir heima þá sér maður það að þetta var einlega það sem var verst af öllu það var ekki fjöllin, það var ekki íslenska vorið, það var fólki sem skildir eftir og það búið að lækka þann þröskuld svo mikið og þetta það ekki það sama að setja í andspænis einhverjum eins og að vera á Zoom en nú sko sjáum við minna tæknin hún býður upp á hlut hún býður til dæmis upp á hluti eins og svona svona virtual reality svona, hvað er þetta á íslensku sýndarveruleika þar sem að sko við vorum svolítið föst í því að til dæmis fjarnám að það, gamla dag var bara bréfaskólar þú fyrir sendt verkefni og þú listir það og sendir bréf tilbaka síðan komu sko sjónvarpsútsendingar, það mikil framföra þú gast verið í námi og hort á útsendingu af kennslustund svo koma tölvurnar og fyrst tölvupósturinn og svo Zoomið nú sjáum við með hennar sýndarveruleika sko möguleika á því að það er hægt að hafa kennslustofu
þar sem að nemendur koma saman og það er einn á Seyðisfirði og einn á Bakkafirði og einn í Kaupmannahöfn og þeir sitja í kringum borð og spjalla saman og það er sko það er svona ákveðin einkenni svona nándar, það er að segja að þú sér fólk hreyfa sig og brosa og allt þetta. Þetta gerir ekkit annað en að aukast og hvaða áhrif mun þetta hafa? Fjarnám sko framtíðarinnar verður alveg örugglega ekki að horfa á upptökur af kennari með halda fyrirlestur. Skilur við þannig að það er alls konar hlutir að breytast og maður fer svolítið fram og aftur, menn að stundu segja maður svona Brave New World sko. Stundu sem er líka, Brave New World. Þetta hefur áhrif á byggðamál á Íslandi. Byggðamáli voru allavega mál 2000-aldarinnar. Það voru gríðarlegi fólksflutningar en annars. Bara hvernig landið lá einhvern veginn breyttist í borgríki með afskektur sveitum en þetta er að breytast núna það er náttúrulega kannski hefur ég veit ekki hvort að teknin hafi breytt stöðu dreifðari byggða meira heldur en þéttbýlisins þá er ég ekki að tala um að hafa breytt lífi fólksins heldur að það er svona stöðuna hvar þú ert það hefur náttúrulega, eitt af því sem hefur breyst er það að það var svolítið, við horfum á svona kannski miða 2000-öldina að þá var það að búa í borg eða búa í sveit var bara ákveðin pakki með kostum og göllum. Ef þú bjóst í borginni þá þýddi það að þú gast haft aðgang að franskri kvikmyndahátíð og veitingastöðum og dópi og strippstöðum og hvað sem fólk hafði áhuga á. Gay samfélagi og alls konar sérvitringa. Og á sama tíma, þú veist, mengun og þrengsli og hátt húsnæðisverð og allt þetta. Ef þú bjóst í sveitinni að þá hafðir það voru aðri kostir sem þú hafðir og annar ekki, sko. Það sem gerist með tækninni er að og svona í þessum svona fljótandi nútíma er að þessar gömlu skiptingar þær eru einhvern veginn allar í upplausn þar sem að þú getur alveg búið einhvers staðar í strjálbýli og haft ofbóðan áhuga á frönskum bíómyndum skilurðu, eða verið sjúkur fjárhættuspilari eða hvað sem er og verið í samskiptum við svona minni hlutahópa og þá sem að kannski lítið samfélag næri ekki að halda upp í svona subkultúr að þú getur tengst inn í slíkt en á sama tíma sér maður þetta sem að þykir nú mest upplöst á borgarstefna núna sem gengur út á það að gera borg á svona mannlegum skala að hinn fullkomna borg er borg þar sem þú getur farið fótgangandi þar sem er lítil verslun sem þú getur gengið í þar sem þú hittir fólk. Þetta er náttúrulega bara þorp, skilur. Þetta er svona gamla hugmyndi. Þetta þurftur að búa einhvern út í sveit til þess að þetta og rækta gulrætur og allt þetta. Þannig að svona hugmyndir okkar þéttbýli og dreifbýli það er svona að við mótast á svona þessar miðalda hugmynd þar sem á veggur í kringum borgina og þegar þú komst út fyrir veggin að þá varstu ekki lengur í borginni. Núna ef þú horfir á svona myndir bara af næturljósunum í Evrópu eða fyrir hvar sem er það er einlega útilokað að sjá hvar borgir byrja og enda þetta verður svo dreift og Ísland var kannski eitt af síðustu löndunum þar sem þetta var svona skýrt að þú varst bara með borgina hún óks og svo varstu bara með strjálbýlið og minni staðina sem að svona svolítið héldu sjó hlutfærslega minnkuðu en það fækkaði ekki beinlínis fólki yfir allt, það fækkaði ákveðnum svæðum og upp á 1960 voru menn að segja nú hlýtur þetta að fara að breytast nú á að fara að malbygga steypa veg til Keflavíkur nú hlýtur fólk að fara að búa dreifðar 1980, þetta hlýtur að fara að gerast 1990 hlýtur að fara að gerast 2000, allt í einu bara búm allt í einu gjörbreytist þetta þar sem allt í einu höfuðborgarsvæðið í mínus gagnvart öðrum svæðum á landinu. Það eru fleiri sem flytja frá borginni heldur en inni hana innanlands. Það sem þessi mikli vöxtur á stöðum þar sem að svona þessum 45 mínútna fjarlæg frá borginni þar sem þú færð fullt af kostum þess að búa dreifðar hefur líka kostina af tiltölulega mikil nálægð og það að þó að það eru kannski ekkert margir sem að þurfa aldrei að mæta í vinnuna en það eru fleiri og fleiri sem geta mætt nokkur sem í viku, mætt þeirra þarf og það er náttúrulega allt annað að þurfa að keyra í 45 mínútur hver einasta mótna 45 mínútur heim eða það að fara annað slagið og þarna eru við kannski
orðið miklu líkar, við tökum bara eins og London, að London er búin að vera sko áratugum saman í mínus innan Bretlands. Það eru fleiri sem flytja frá London heldur en til London og vöxtur London öll vegna flutningsfólks frá öðrum löndum. Þannig að við erum kannski loksins að sjá þetta hérna núna og ég held að sé það er í augnablikinu, það eru mjög fá störf sem að þú getur unnið á Raufarhöfn, skilurðu, það sem að þú ert vinnan þín í raun og veru í Reykjavík en þú ert á Raufarhöfn, það er erfitt. En við erum komin að stað það sem að það að búa á sko Selfossi er bara ekkert erfitt. Skilur, þannig að ég held að eftir því sem tæknin fleygir fram að þá muni þetta svigrúm aukast. Sko. Hvað ýtir þessu áfram? Það hefur verið talað það hérna uppbygging á Selfoss, Akranes, Reykjanesbæ sem meðal annars það er bara húsnæðisverðið bara allt og hátt á höfuðborgarsvæðinu og það hafi séu kannski ekki lágtekjufólkið en svona lægri millitekjufólkið sem að hefur farið og það ræður ekki hvort það mæti í vinnuna þannig að það þýðir bara meiri keyrsla á milli skiptir á því að geta búið í raðhúsi með garð í staðin fyrir að vera í þröngri blokka íbúð og þú borgar það fyrir með því að keyra klukktíma dag frá og tilbaka. Við gerðum rannsókn á þessu, við spurðum fólk því að þetta er svona þetta er áhugavert, hvers vegna er svona rosalega mikil fjölgun á Selfossi til dæmis og Reykjanesbær er náttúrulega raketta sko. Já, og Reykjanesbær núna er Selfoss sem vex hraðast sko, en þessi staður er svolítið misjafnir. Reykjanesbær er svolítið svona brúarbyggð af því hún er líka tenging við útlönd, brúin frá útlöndum kemur þangað sko, en Selfoss sko, það er áhugavert með hann vex sko feikilega hratt og við vorum að velta fyrir okkur hverjir eru þetta sem að flytja þangað þannig að við bara spurðum og bara sem ef við skoðum bara alla sem að hafa flutt til Selfoss á hérna síðustu árum, hvaðan eru þeir upphaflega og það kemur það er alveg til fólk sem að ólst upp á höfuðborgarsvæðinu sem að flytta á Selfoss, það er bara fjórðungurinn af þeim sem flytja Selfoss að það er annar fjórðungur sem er fólk sem að flutti frá Selfossi sem er að koma tilbaka það er þriði fjórðungur sem er fólk sem er sko annar staðar á Suðurlandi sem er í staðan fyrir að flytja Reykjavíkur er að flytja þangað eða fólk sem er flutt til útlanda og þegar þú flyttur heim aftur að þá flyttur kannski ekki alla leiðina heim í sveitina en þú flyttur á Selfoss sem er nálægt og svo er fjórði hópurinn sem er fólk sem kemur annar staðar af landinu sko. Þannig að maður fær svolítið þessa mynd að sko húsn, það er kannski ekki alveg svo einfalt að það sé fólk sem ólst upp í Vesturbænum sem segja nú gefst ég upp í flyt á Selfoss, það er kannski ekki stærsti hópur en einhver sem að ólst upp einhvers staðar út á landi og hérna húsnæðis verið fyrir upp og upp að fyrir þeim er þetta kannski bara ekkert slæmur valkostur. Þetta er ekki alveg þannig að miðbærinn í Reykjavík sé toppurinn og svo verður þetta alltaf lakar og lakar eftir því sem fyrir lengri í burtu. Þannig er það hjá sumum en ekki á þeim. Já. Og það getur líka verið þannig að sko, þú gætir verið með tvær manneskjur sem búa hlið við hlið á Selfossi og fyrir annari er Selfoss bara mjög fjarlægt útkverfi. Það er bara rosa langt í vinnuna. Og fyrir hinni er sko Selfoss sko samfélagi sem skiptir máli og nálæðin við höfuðborgarsvæðið bara svona eins og nálæð við góð fiskimið. Hún nýtur góðs af því, skilur þannig, þetta er líka svona, þetta er í höfðinu á fólki, en síðan það sem gerist líka er að eins og þegar fjölgar svona mikið eins og á Selfossi, að þá fara líka að skapa svo mörg nýstörf. Það þarf kennara og það þarf fólk í búðina og það þarf fólk að vinna bænum og allt þetta sko. Þannig að við sjáum svona, þetta er svona eins og þetta lítur mjög mikið út þessu borgarmyndun. Að Selfoss sé svona eins og á fyrstu stigum þess að verða að borg sem að hefur sko, nálæðina við Reykjavík, en það sem þeir hafa líka er að þeir verða þjónustu miðstöð fyrir allt Suðurlandið, því ef þið vantar þjónustu og býrð á Hvolsvelli, þá þarftu fyrir langflest ekkert að fara lengra heldur en á Selfoss. Ekki alla við í bæinn. En þú sagðir nálað við fiskimið og það sem að hefur atvinnuuppbygging á Íslandi hefur verið í kringum túrisma frá hruni, eða svona 2011, 2012, 2013 og þeir staðir sem að er í mestum vexti er eiginlega frá Keflavíkurflugvelli að Jökulsárlóni
Já, það er bara þannig. Reykjanesbær náttúrulega í mestu vexti núna, Selfoss og þar í kring áður og svo náttúrulega Vík í Mýrdal. Og þú veist minna eftir því sem þú ferður lengra en að sömuleyti eins og þetta sé eiginlega byggt í kringum þessa rútuferð. Svona það sem að sko langflestir ferðamenninni fara þessa leið. Það er það sem að menn fyrir norðan og vestan og Snæfellsnesi kvart yfir að þetta er eiginlega Ísland sem er selt, það er eiginlega bara þessi leið. Jú. Það er líka það að sko ferðaþjónustan, sko mjög víða er ferðaþjónustan ekki heilsárs atvinnugrein. Það kemur, þetta er svona sko sumrin koma til toppar sem bara svo vertíð. Það er þetta í Reykjavík er þetta orðið heilsárs. Jú, í Reykjavík það kemur manni óvart núna í februar og mars hvað er mikið að túristum. Og það er þannig. Maður hugsa hvernig verður þetta í sumar? Já, en þegar þú kemur á minnistaðina, kemur lengur út, þá er þetta Mývatn og svona, það sem er eiginlega bara seasonalt. Jú, en þá líka spyr maður sig vegna þess að sko þegar við hugsum til dæmis hefðbundna sveit, að þá erum við ofta að hugsa sko, sauðfjárbú, þar sem fólk lifir bara á því að rækta sauðfé eða kúabú. Það sé svona hefðbundin sveit, en það er í rauninni bara sveitin sem var til í iðnvæðingun á 20. öld. Ef þú fer lengra aftur í tíman, að fólk í sveitum bara gerði allt sem það gat til að komast af. Og þú fórst á sjóin, þú fórst á vertíð, þú týndir ber, þú vannst úr öllinni, þannig að þú varst með litla innast já, nákvæmlega, varst að prjóna föt og þú gerðir allt sem þú gast. Síðan kemur þessi svona nútími þar sem að þú átt bara að framleiða eitthvað eitt fyrir markað. Þú átt bara að framleiða dilkakjöt og ekkert annað. Þú átt bara að framleiða mjólk og ekkert annað. Og þegar við komum síðan inn í þessa öld, þar sem að sko, menn segja, já þetta er náttúrulega hræðilegt því að það er ekki lengur sko heilsársvinna að vera sauðfjárbóndi eða það er ekki lengur heilsársvinna að vera mjólkurbóndi og bændur eru bara fannir að gera alls konar aðra hluti, þeir eru að gera vörubíla og þeir eru að kenna, þeir eru með ferðaþjónustu. Það er einlega bara miklu líkar því hvernig íslenski bændur voru í 1000 ár sko. Þannig að ég held að ferðaþjónustan þó hún sé ekki heilsársatvinnugrein að þá passar hún mjög vel í hérna ryþma að vera einlega svona eins og sko ein vertíðin enn sko. Og það er svona en hún náttúrulega bætir við fólki miklu meira heldur en var í sveitunum þannig að þeir sem voru í sveitunum við bústörf það er bara lítið hluti að fólkinu sem býr á þessari rútuferðarna frá Keflavík til Jökulsárlón. En svo í þessari sömu könnun þá því eitt sem við höfum verið að velta fyrir okkur er að sko nú fjölgar fólki í strjálbíli, ekki þorpum, þetta er bara beinlis í strjálbíli sem er Hagstofan skilgrinni bara sem það sem eru ekki 50 manns eða fleiri að fjölgar í strjálbílinu eftir sko 150 ára fækkun þá fjölgar aðeins ár eftir ár og við vorum að velta verið hvað er þetta fólk að gera? Hvernig lítur þetta út? Og könnun er svo bara besta leiðin til að gera þetta, spyrja fólk bara hvað þetta gera og það sem kom út úr því var að í íslensku strjálbíli að þá er cirka helmingur af þeim sem eru vinnumarkaði eru bændur að vinna við landbúnað en bara helmingurinn af þeim vinna eingöngu við landbúnað. Skilur, þannig að það er kannski fjórðungurinn sem eru eingöngu bændur og svo er annar fjórðungur það sem að fólk er að gera alls konar aðra hluti og ferðaþjónustan kemur rosalega sterkt inn þar. Það sem þú ert með sko, með hefðbundin landbúnað og kannski líka ert að keyra snjómoksturstæki eða eitthvað en svo ertu með ferðaþjónustu og það er einlega maður sér einlega mestu svona byggða festun af því vegna þess að fólk sem kemur í strjálbíli til að vinna við ferðaþjónustu að það er yfirleitt ekki að fara að setjast að til langframa. Það er að koma og það er yfir sumarið stundin jáfnvel kemur sumar eftir sumar en það er öðruvísi hópur. En Ísland er að breyta svona þessu leyti og þegar við höfum að rifja upp svona umræðum byggðaþróun, byggðastefnu svona hápunkti þeirrar umræðu kannski 70-90 þá eru alltaf þessu hugmyndir í gangi. Ísland hefur eiginlega breyst þannig að þá er ég að velta fyrir mig sko svona hugmyndir okkar landið og þú veist byggðirnar og þetta maður ekki svona endun í aðeins svona hugmyndir Reykjavík, hvert er hlutur Reykjavík gagnvart landsbyggðinni
stundum ef maður eftir að bjóða fólki upp og tala svona landsbyggðamál, þá færi fólki líklega rífast Reykjavíkurflugvöll. Því þetta bara svo staðnað, sko, þetta bara fast í öllum sömu. Upplifir það ekki að svona umræðum byggðamál séu svona á skrýtnum stað eitthvað? Við séum kannski að burðast með svolítið úreltar og gamlar hugmyndir. Jú, kannski, sko, ég held að mist samt eins og það er mjög áhugavert til dæmis með að þú nefnir Reykjavíkurflugvöll að sko eins og fyrir norðan finnst mér sko umræðan snýst miklu meira millilandaflugið heldur innanlandsflugið. Ég lendi því bara því ég var að tala mann sem var býr fyrir norðan og var að fá hann í viðtal og ég sagði að þú hefur bara samband næstu og kemur í bæinn og þá sagði ég kemur aldrei í bæinn lengur, ég flýg bara beint út. Það er bara þannig, það ferður bara framjör ekki vekk. Og það er líka það sem maður sér er að sko það var svo lengi þannig að sko þetta ef maður segir svona landsbyggðina nær og fjær þetta hefur segið svona Kræin er svona landsbyggðina nær og svo kemur út fyrir þetta beina áhrifasvæði. Kræin náttúrulega er orðin sko Reykjanes, Árborg, Skaginn. Það er eiginlega Kræin í kringum höfuðborgarsvæðið. Kræin hérna með að vera Moselsbær og það er bara meikar eitthvað sem sleikur, það er bara Reykjavík. Nei, og það er auðvitað þannig að sko það er voða skrítið að tala sko Reykjavíkur borg vegna þess að höfuðborgarsvæðið er náttúrulega borg. Það er engin munur á því að búa í Grafarvogi eða Kópavogi. Þannig að sko það er eitt af sveitarfélögunum sem heitir borg og hinn sveitarfélögin í sömu borginni heita bæir sko. En málið það að þú fer lengra út Vestfirðir, Norðurlandið, Austurlandið að þetta eru svæði sem að voru alltaf í mínus gagnvart höfuðborgarsvæðinu. Það sem voru alltaf fleiri sem fluttu þaðan heldur en hinn áttina. Núna er þetta orðið nánast jafnt. Það er nánast alveg horfið þessi mínus sem að þessi svæði höfðu. Flutningarnar frá útlöndum eru orðnir sko ráðandi og maður velti fyrir sig hvað gerist þegar að við förum áratugi aftur í tíman að þá voru einlega allir á höfuðborg, ekki allir, en flestir á höfuðborgarsvæðinu voru einhvern veginn utan á landi. Annarkvort höfðu flutt sjálfir eða foreldrar höfðu flutt. Það sem að gerist núna þegar þú bæði minnka svona þessi flutningar frá öðru landsvæðin til höfuðborgarsvæðisins, flutningarnir að utan auka svona mikið og þegar við förum frá því að þú eigir sko föðubróður eða móðusystur sem að býra einhvers staðar yfir það sé sko fjórmenningar. Það getur líka orðið til þess að það bara svona það slitni þetta samband þar sem að krakkar séu bara líklegri til þess að komið til Tælands heldur en Þórshafnar sko. Það breyti umræðinu sko. Já, breyti hvernig við upplifum landið. Já. Og hvernig þessi byggðumræða verður líka sko. Upplifur það að við séum eitthvað svona tímamótum í svona það er líka náttúrulega það er annað sem að við verðum bara staða Íslands í heiminu breyttist, ég held til þess að túrismin og svona einhver leiti hingað að við vorum áður útnári í heiminum en einhvern veginn hvernig netið fær skekkir alla og eyðir fjarlægum að þegar maður verður svona aðtuga bara á leitar orðum á Google og fleira og sjá bera Ísland saman við Norðurlöndin og fleira frá Ameríku að það kom í ljós að Ísland er bara jafnstórt og Noregur í hugum Bandaríkjamanna og það er bara þannig að það breytist allar fjarlægðir og bara heiminu breytist. Já, en svo er þetta náttúrulega líka þetta misrétti þar sem að sko ef þú ert með eina tegund af pappír í höndunum að þá er bara heimurinn galopinn. Það er bara ekkert land sem þú getur ekki farið til og gert það sem síni sko. Þú ert með aðra tegundu pappír í höndunum og þá bara kemstu hvorki löndni strönd sko. Og ég held að það er kannski svona tilhneiging til þess að menn er að tala um svona hnattvæðingun að sjá þetta í svolítið rósröðu ljósi vegna þess að við erum að horfa á þetta svona frá okkar forréttinda stöðu sko. Og og Íslendingar auðvitað hafa þannig að það er svo merkilegt með Ísland og er myndið löng saga þess að Íslendingar fara svo mikið utan og koma aftur og ég maður rétt að það eru 80% af Íslendingum sem flytja á landi frá að koma síðan aftur og maður sér þetta í ákveðnum svona eigasamfélögum þetta er svipað allavega eins á Möltu þannig að maður er rosalega margir sem flytja í burtu og koma inn aftur þannig að þessi hugmyndum sko svona búfellaflutninga þar sem fólk skýtur hundinn og selur búslóðina og flytur í burtu og kemur aldrei aftur að við höfum svo sem langa sögu þessa hreyfanleika og hann hefur auðvitað aukist ennþá meira sko. Þannig að þetta er svona
þetta áhugavert með íslensk þjáðaþorp að það skuli ekki vera nema svona 10-12% íbúana sem hafa aldrei búið annar staðar og stór hluti að þeim eru smábörn sko. það er þeir sem að búa í íslensku sjávarbyggðum að sko langsamar flestir þeir að hafa flutt þangað í þeim skilningi annarkvort þeir aðfluttir eða þeir ólöðstöru upp, fór í burtu og einhverjum tímapunkti ákveða að koma aftur. Ef að land að breytast þá er svona form á svona byggða dreifingu, til dæmis í hvernig við kjósum til þings eins og kjördæmin. Hvað meika þau sens eins og einhver myndi spyrja? Það er náttúrulega verið reyndar umræð það, ég held að sjálfstæðsmenn hafi ítt undir það að kjördæmi væri alltaf stór og það væri þessi nálað sem ætti að vera ef við erum annað borða að brjóta niður land eftir kjördæmum að þá ætti að vera eitthvað svona nálað í því hún er ekki lengur þannig að kjördæmakerfið er algjör óskapnaður að þessu leyti. Ég held að sko fyrsta lagi þú veist þarf að gera sko skilja á milli þess að tala kjördæmi og þess að tala misvægi atkvæða. Ég veit það en það er svona það ruglast oft saman sko. Ég held að sko eins og ég sé að það er helsti tilgangur kjördæmi að tryggja það að alþingi sé samkoma fólks allstaðar af landinu og þá erum við hugsað þannig að þetta eru mörg ólík samfélög og þegar við erum að taka ákvörðun þá viljum við allir hafi rödd í þessari sameiginlegu ákvörðunartöku. Ef þú segir sko nei, þetta er bara ein þjóð í einu landi og það skiptir einhver máli hvar þú býr, það er bara eins og að vera rauðhærður eða dökkar, það skiptir einhver máli að þá náttúrulega er engin tilgangum í kjördæmi en tilgangum í kjördæmi hlýtur að vera sá að hér er einhver hópur sem býr við einhver aðstæður og við viljum að hann eigi rödd í þessu sameiginlega ákvörðunartökuferli að sé einhver frá Vestfjörðum sem að sé að tala máli þess svæðis á alþingi. Og við höfum það ekki sko. Við höfum það búið að klessa Vestfjörðum saman við Vesturland og þetta kjördæmakerfi sem við búum við núna er bara náttúrulega bara sko hrein skelving sko og bara það, við horfum bara á Reykjavík kjördæmin að þú veist, hvers konar rugl er það að skipta Reykjavík eftir endilöngu? Það er til þess að flokkur, eins og til þess að sósíalistaflokkurinn komist ekki á þing með því að ná 5% atkvæða í Reykjavík. Já. Það er eðlilega að vera 80 þingmennana og þá myndur ná inn á þing með að ná þú veist, plus 5% en það er litið á þessum ók þannig að það var ákveðið að hafa bara 9 þing til þess að þú þurftir að fá svona 11% í kjördæmi. Það er bara ástæðan það er einhvers að þetta er að gljúfa höfuborgin í 2 kjördæmi Oslo er bara 1 kjördæmi og Kaupmannahöfn en ef þú væri nú að fylgja þessari röksemd að fólk sem býr mismundi aðstæður eigi að hafa rödd og þú ætlar að fara að skipta Reykjavík í tvennt þá höfðu skiptin á hinvegin þá höfðu sagt við skulum þá taka fólki sem býr í útkverfunum sem var lengra það á ýmislegt sameiginlegt fólki í Grafarvogi og Kópavogi og Breiðholtinu þetta er fólk sem á einhverja hagsmuni sem eru nógu ólíkir er það maður þá að segja en það að segja sko við skulum taka borgina og skiptin í 3 kjördæmi fyrst tökum við 1 sveitafélag og skiptið langsum ekki í stæðan þessum og svo tökum við nýrri byggðirnar og gera þær að öðru kjördæmi svo skulum við búið til kjördæmi sem eru staðir eins og Akranes og Flateyri skilur við að það sem eiga ekkert sameiginlegt að þú og ég held að þegar að menn endurskoðuðu kjördæmakerfið að þá voru menn það er sem að misvægi atkvæðana kemur inn menn voru svo ofboðslega uppteknir af því að flokkarnir ættu sama séns í öllum kjördæmum. Það er að segja að ef þú hefðir öll kjördæmi jafn stór að þá er þið svona staða hvers og eins flokk svipuð, nokkuð svipuð og svo ef eitt flokk verið sterkari þá fara þeir að flytja atkvæðan á milli þar sem að sko þetta fáránlega kerfi sem við erum með þar sem að þú getur kosið frambjóðandi einhvers flokks í einu kjördæmi og til þess að jafna útkomuna að þá er atkvæðið tekið og flutti eitthvað allt annað kjördæmi til þess að kjósa einhvern allt annan á þing í staðan fyrir að segja kannski bara er ekki, þú veist, Norðurlandið ekki hvað það ætti að vera margir þingmenn sko, hvort að það eru 7 þingmenn eða eitthvað svo leiðis sko sem eru þá bara þingmenn sem eru kjörnir af íbúinu þar og koma inn á þing það væri í samræmi þess að grunnhugmynd bak við kjördæmi það sem við erum með núna gerir ekkert sko annað henn að flækja málin og er erfitt að fara á þessa leið sem að þú ert nefn og sjálfstæðismenn hafa verið í því að þá getur tekið dæmi eins og Vestfirði þá er það eiginlega
það ætti aldrei fyrir nema kannski mestalegi 2 þingmönnum og þá er þetta komin bara nálagt einminniskjördæma kerfi sko. En þú gætir það er erfitt að leysa þetta mál. Jú, þú gætir hann spurt, veit ég hvort að Vestfirðin verið gott dæmi, en það getur vel verið, þú getur sagt, já, hér er bara dreifbýlt svæði þar sem fólk er að fást svolítið við sömu vandamálin annars stað og hér er í rauninni engin forsenda fyrir 10 flokka kerfi. Hér er einlega bara forsenda fyrir hægri vinstri. Skilur, hér verður menn bara vera það eins og gerist þegar einmenningskjördæmi. Já, þannig að kannski væri einmenningskjördæmi sumstaðar myndi algjörlega passa við aðstæður þar á meðan að sko eins og í borginni þar sem að sko ef þetta væri jafnt þá væri 2/3 þingmannana þar að það er kannski ekkert óeðlilegt að þar séu sko fullt af minni flokkum á þingi til þess að endurspegla fjölbreytileikann í borginni frekar að búa til eitthvað kerfi þar sem þú býr til þetta er að búa til sömu einsleitnina í fulltrúanum frá mjög ólíkum svæðum. Við leysum þetta ekki. Það er ekki búin að leysa þetta. Þórður, gaman að fá þig hérna að tala um byggðirnar. Takk fyrir.